hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know, but it sounds to me like that's the man with the bone. Sure having himself a ball. Já, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og klukkan að nálgast 10:30 þennan dýrðarlega mánudagskvöld 11. nóvember og við erum konir yfir í körfuboltann og línunni er Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Njarðvík sem átti ágætisferðalag í Þorlákshöfn í gær. Eða ég veit ekki hvort að honum fundist það skemmtilegt ferðalag, framlíking og skemmtilegheit, en gott að blessa á sætleitni, Einar. Já, sætlir þú. Hvernig hefur það? Ég er bara frægur. Er nokkur vindur í Suðurnesjunu núna? Það er náttúrulega sjaldan sem að blæsa eitthvað ráði hérna eins og þú veist. Þannig að þetta er svona bara temmilegt, held ég. Já, alltaf sól og blíða þarna. Já. En hérna aðeins að þínu liði í Njarðvík, þið fóru núna í heimsókn í Þorlákshöfn í gær og tóku sigur í framlíkingu? Já, tvöfaldir framlíkingu. Já, og þannig að þetta hefur verið alvöru leikur? Já, ég held að sjá að segja það. Það vantaði ekki tilþrifin og náttúrulega mikið spenna og mikið fjör. Þetta var eitthvað fyrir áhorfendur og þeir sem að lögðu leið sína í gegnum rokið að þeir held ég fengi alveg fyrir allan penningin. Já, og það hefur blásið hressilega á leiðinni? Já, það reyfa aðeins í sko. Það var nú kannski eiginlega erfiðast bara á Grindavíkur afleikjörunum en Suðurstrandarvegurinn var að fara ágætlega með okkur þannig. En þessi leikur í gær í Þorlákshöfn og Njarðvík, það hefur kannski verið svolítið gaman að því að tveir stærstu, menn Íslands, þeir mætast þarna? Já, mikið rétt. Þetta mættist reyndar á undirbúningstímabilinu í Lengjubikatum og fóru þar í uppkast sem er stærsta uppkast í íslensku körfubolta og jú, bara virkilega gaman að sjá þessa tvo stráka báða að vera komna í eftir deild aftur eftir hlé og ef byrja á Ragnari náttúrulega þá bara gríðarlega framfæri sem á þessu stað hjá þeim drenga og síðustu 2-3 árum og spilaði frábærlega í gær og hefur verið frábær fyrir tórsliðið í það sem hafði hausti og okkar maður Egill náttúrulega er að koma tilbaka eftir að verið 2 ár í burtu frá bolta og við erum bara nokkuð ánægðir með svona þá þróun sem er í gangi með hann er okkur mjög dýrmætur og á eftir að efla þegar líður á veturinn alveg klálega. Já. Ja, þetta var svolítið sérstakur leikur tölfræðilega. Ég er að lesa frá karvan.is hvernig tölfræðin hefur verið og það er eitt sem skrifar peistunni, hann skilur ekki hvernig óskapinu Þór var inn í þessu leik. 22 tapaði boltar á venjunum leiktíma og duga liðið til að tapa frá sér leik. Já, það var eins og Benni kom inn á í raunin eftir hennar leik að töpuðu boltarnir voru svona kannski það sem að öskraði svolítið á þá svona í því sem að hefði betur mátt fara og ég var virkilega ánægður með það að miklu tapar ekki nema 10 boltum á 50 leikmínútum þannig að það er klárlega einn risa þáttur í þessu vegna þess að ég held að við höfum ekki verið að skjóta svona illa það sem að við vetri eins og í gær. Við hittum mjög illa eins og fyrir þetta þryggjastarlína þannig að þá er einhver aðri þættir sem að voru að skila þessi úr fyrir okkur í gær. Þannig að þetta hefur verið svolítið sérstakur leikur hann í gær? Já, miklar sveiflur og eins og einhver komst orðið ég held að bæði félögin töldu sig vera búin að vinna leikinn nokkuð oft, bæði venjulega leikjum og í framlíkunum. Alltaf kom hitlinn tilbaka og miklar svona ýktar sveiflur henni. En þú ert með þarna leikmann að nafni Elvar Friðriksson. Hann setti hvorki meirinu minna en 37 stig og er búin að eiga alveg þvílíka stórleiki hingað til á þessu tímabili. Hvað er til að gefa þessu manni að éta? Ég er nú með gott fólk í því að fæða drengin en hann náttúrulega bara að uppskera eins og hann hefur sátt. Hann er náttúrulega búin að þetta er svona kannski ýkt breyting. Þetta er drengur sem fekk 0 mínútur hjá mér í úrslitaleik í Unglingaflokki árið 2011, í apríl 2011 og hefur náttúrulega bara vaxið og styrkt mikið síðan þá og lagt mikið á sig og leikið síðustu 2 tímabil mjög vel og fengið náttúrulega heilmikla athygli út af það en hann tók sumari bara með trompi og er að taka sinn leik bara upp level og náttúrulega nýtur góðs af því hann er mjög öfluga leikmenn í kringu sig sem að vinna vel með honum og hann er náttúrulega bara mikið sjálfstörst og er að spila alveg gríðarlega vel fyrir okkur eins og reynda fleiri leikmenn í liðinu.
En þetta eru, já, bæði lið kannski, þau eru náttúrulega bara með mjög ungt lið, má segja, og sérstaklega eins og hjá ykkur hérna, þetta er nú ekki hár meðalaldur hjá þér? Nei, við erum nú svona eitthvað verið aðeins að reyna að rífa hann upp. Við hérna fengum Friðrik Stefánsson á í slaginn með okkur síðasta vetur og hann er enna orðinn 37 og svo fengum við Loga Gunnarsson heim úr atvinnumörsku og hann sé svona síungur að þá náttúrulega kemur heilmikið reynsla þar inn og það er svona ágætis jafnvægi svona aldurslega séð í okkar liðinu. Þetta náttúrulega eru þarna ungir strákar sem hafa verið að skila stóru hlutverkum í liðinu á 2-3 árum, þannig að það er bara mjög jákvætt og gaman að sjá hvernig hlutinir að þróast með þessa stráka. Við erum svo sem búin að vera óhefni með sumar í veikindum og meiðslum núna á síðasta hálfa árinu. En hérna, við erum bara bjartsýnir og ánægðir í rauninni með svona hvar við erum staddir í ferli með þetta lið okkar sem við þurftum að byrja í rauninni með á 0 punkti fyrir 2 ára síðan. Já. En svo er með leikmann hérna risan ykkar Egill Jónasson, já hann hefur nú ekkert verið að spila mikið hingað til nema 2011, hefur hann alltaf átt glímt við meiðsli eða? Jú, hann hefur svo sem verið í meiðslum, en það var nú svo sem kannski ekki ástæðan fyrir að hann datt út úr boltanum. Það var nú bara vegna náms sem hann var ekki að spila síðustu 2 ár og hérna hann er nú bara bærulegur á skrokkin í dag og þessi er svona bara að vinna sér tilbaka, hefur verið duglegur í lyftingasalnum og er bara á fínni leið. Við erum mjög bjartsýnir á framhaldið með hann og sjáum hann bara vaksa þegar líður á veturinn. Nú er mikið verið að tala um þjálfun í körfubolta eins og Kjartan allir kom inn á hérna daginn með þjálfun á stóru leikmönnum. Þarf að gefa þeim fleiri tækifæri eða eitthvað svoleiðis eða svona að fá að vaksa sem leikmenn? Já, sko stóri leikmenn náttúrulega eru, ef ég tegði bara út frá okkur í Njarðvík, sko, við höfum nú oft talað um að Egill hafi nú fengið þessar sentimentar sem voru í boði, sko, það er óbúslega lítið af stórum strákum hérna, en svona heilt yfir þá er engin spurning að stóri strákar náttúrulega eru svona kannski seinni að komast í þau gæði sem að menn kannski telja þeir eigi möguleika á heldur en bakverðirnir og það vantar stundum þolum að vinna með þá og svona í þessum eldri yngri flokkum kannski mættu við gera betur í þeim efnum. En svo er náttúrulega ef þú lítur yfir þennan hóp þinn hérna, það virðist alltaf vera gott lið frá Suðurnesunum, alveg sama hvort það tengist yngri flokkum eða þannig. Hvernig stendur á því? Eru allir í körfubolta þarna á Suðurnesunum eða? Nú ætla ég nú kannski minnst að tjá mig um þá sem að eru þarna sitt voru með við mig, sko, en heiminn Njarðvík er náttúrulega bara staðreyndin svo að við njótum góðs af sögu, mikilli hefð og það er náttúrulega óbúslega sterkt tengsl á milli milli ungmennafélagsins og grunnskólans í Njarðvík, þar að segja eldri grunnskólans, Njarðvíkurskóla og hérna það er ansi gott hlutfall af krakkum sem eru í bolta og við erum sem dæmi með 10. flokk karla sem að telur 20 strákar sem er mjög mikið í ekki stærra samfélagi heldur en við erum í og við erum með stelpur í minnibolta 10 og 11 ára, ég held að séu að þetta upp fyrir 35 sem að þykir bara ansi magna og það er nú bara gott held ég hjá stóru liðum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að auðvitað náttúrulega partur af þessu að hérna það er þessi hefð og það prófa allir allavega körfuna og hérna okkur hefur haldist bara nokkuð vel á fólki í þessu og við erum mjög bjartsýn, við erum með bara nokkuð fína yngri flokka þessa myndir sem að við teljum að séu kannski svona grunnurinn að því að halda út í góðu meistaraflokkum á komandi árum. Hvernig hefur þið annars fundist svona Dominos-deild karla að fara stað svona öðru liðum? Ég hef nú bara að segja fyrir mitt leyti að hérna svona í ljósi þeirra breytinga sem áttu sér stað með deildina, mikið talað um 4+1 hérna í sumar að hvort að gæðin myndu droppa við það að fækka útlendingum að ég hef nú bara að setja þauðmælinn upp fyrir íslensku leikmönnum, gæði deildarinnar og þá er ég að horfa út frá bara það sem ég kalla gæði, þetta eru spennuleikir út í eitt, það eru framleggingar og bösserar og þvílíkt fjör í gangi, hörku mæting á vellina
mikil umfjöllun í fjölmiðlum, þannig að mér finnst deildin bara að fara frábærlega af stað og ég segi það er bara fleiri leikir farið sem hafa verið bara virkilega flottir og margir leikmenn sem hafa stigið upp, ungir strákar sem eru að rísa og grípa tækifærin. Ég geti nefnt þó nokkra, Matthías Orri hjá IR, Björgvin Ríkas hjá IR, svona auðvitað sem dæmi, Kári í Haukunum, 16 ára pjakkur. Það eru svona strákar sem að menn höfðu lítið heyrt af í deildinni sem að rísa upp og svo náttúrulega bara reynsluboltar sem er búin að vera lengi í deildinni sem virðast vera öðlast nýtt líf og eru svona að taka meiri ábyrgð og ég bara virkilega ánægður með status á þessari deild. Ég held að hljóti allir vera sammála því að skemmtanagildi er ansi hátt og bara mikið fjör búin að vera og enn meira framöndan. Já, og Íslendingarnir eru svona byrjaðar að taka svona meiri ábyrgð eða meiri þátt í þessum leikjum. Þykir maður svona byrja að leika miklu stærri hlutverk? Já, það er vissulega munur hvort þú ert með 1 eða 2 Bandaríkjamenn. Við erum náttúrulega þekkjum það alveg frá fornri tíð að við vorum hér áður fyrir með 1 Bandaríkjamann lengi vel þegar að þessi strákar voru að innan gæslappa fæðast í eftir deild, strákar eins og Hlynur Bæringsson, Jón Arnór Stefánsson, Örlygur Heitni Sturluson og fleiri. Þetta eru strákar sem fengu stór tækifæri, 16, 17, 18 ára gamlir og þau bara að gjöra sem að verða karlmennum 1, 2 og 3 og þetta eru strákar sem að hafa, margir hverjir talist bestu leikmenn þjóðarinnar, þannig ég sé ansi marga jákvæða punkta sem fylgja því að íslensku strákarnir sé að taka stærri hlutar og ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að það er eitthvað lið út á landi sem að á erfitt með að manna sinn hóp svona á því leveli sem þeir vilja. Já, en svona að þú komst rétt svo inn á 1 leikmann hérna sem er frá Njarðvík sem að kannski ekki allir hlustundur þekkja þegar þú varst að tala Örlygur Heitni Sturluson. Nú er búið að gera bíómynd um hann fyrir þá sem hafa ekki séð hana. Er þetta ekki alveg skyldu áhorf fyrir körfubolta áhugamann? Jú, alveg klálega. Ég verð nú bara að hrósa Garðar Erni, leikstjóra, fyrir ótrúlega fagleg störf. Þetta er frábær mynd sem að ég held hún snerti við öllum sem á hann að horfa og sérstaklega íþróttamönnum því að boðskapur sem slíkur er náttúrulega bara frábær. Örlygur náttúrulega var einstakur drengur og óbúslega hæfileikaríkur og óbúslega góð manneskja. Og því ég komið mjög vel til skila í gegnum þessa kvikmynd og það náttúrulega eru ómetanlegir filmubútar sem að menn hafa fundið. Benny Gumm frá því að hann var með honum í Ameríku í kampum og fleiri til, þannig að þetta er algjört meistarverk sem að ég veit að hefur verið mjög vel sótt og eins og þeir sem eru áhugasamir körfubolta og hafa ekki síðan að þetta er bara skyldu áhorf, alveg klárt mál. Já. En hérna aðeins hefur eitthvað fylgst með fyrstu deild karla? Já, ég fylgist vel með fyrstu deild karla. Ég svo sem kannski ekki ná að sjá marga leiki en ég rennir alltaf vel yfir tölfræðina og á þarna góða vini sem er í baráttu, bæði þjálfara og leikmenn sem ég verið að þjálfa í yngri landsliðunum, þannig ég fylgist alltaf vel með það. Já. Og hvernig líst þið svona á þá deild? Hvernig svona lítur út fyrir að þærri deild verið svona skipt? Já, það góð spurning sko, þetta hefur nú komið svolítið óvart svona hvernig þetta hefur spilast til þessa. Ég var nú að ljúga ef ég segi það ekki að norðamennirnir frá Akureyri hafa komið skemmtilega óvart. Og þar eru nokkrir góðir félagar. Ég var nú með Bjarka Oddsson þjálfara þeirra í yngri landsliðum á sín tíma og þar eru nú til dæmis tveir Njarðvíkingar að spila, þannig að ég er nú búinn að sjá þá í beinni. Ég mætti norður með yngri flokk í október og sá Þór og Fjölni mætast í Síðuskóla og skemmti mig bara mjög vel. Það var bara hörku flottur leikur og mikið spenna og mikið tilþrif og bara virkilega góður körfuboltaleikur. Ég ætla nú að tippa á það að Tindastóll verði nú langsterkasta liðið í fyrstu deildinni í vetur. Þeir eru búin að sýna mikið styrk og öflugan leik bara í gegn úrvalsdeildarliðunum á undirbúningstímabili og mér sýnist þeir ekkert vera að slá af og Bárður eru með ég held að sé með flottara lið í höndunum í dag heldur en síðasta vetur. Ég held að sé bara betri blanda, ungi ferski strákar sem að langa mikið og leggja greinilega mikið á sig og í blandið reynslu bolta eins og Helga Rafn og Helga Frey og greinilega með góðan Bandaríkjamann. Já.
og ég held að baráttan þar fyrir neðan þetta verði ansið skrautleg. Skagamenn hafa komið skemmtilega óvart. Þetta Akureyri, Breiðablik, Höttur, Fjölnir eru allir sem ég veit að alltaf sér upp og ég trúi ekki að Hamarsmenn allir sér að bæta við sér stúning á komandi vikum. Já, nú náttúrulega félagaskiptaglugginn að loka bara á föstudaginn, þannig að það verður nóg að gera hjá félögunum með það ekki? Ég veit það svo sem ekki. Ég held að það sé nú engin draumur hjá neinum að vera að hrókera mikið með leikmannahópin svona inn í miður tímabili. Flesti vilja nú reyna að vera konu með hópin sinn kláran að hausti, en auðvitað alltaf eitthvað breytingar og það nú svona kannski spurning hvort einhverju sé að skipta erlenda leikmenn, en ég held að sé kannski ekki mikla færslur á íslensku leikmennum svona milli liða. Nei, einmitt. En svona aðeins að Dóminusdeild kvenna, hefurðu svona fylgst með því eitthvað? Jú, ég sé nú alltaf heimaleiki hjá mínu félagi og fylgist vel með tölfræðinu og það reyndar ennþá athyglisverðari deild. Já, hún kemur virkilega óvart að staða þér svona. Já, það ég held að lengjan hljóti nú að vera að tekja eitthvað einn þar, því að það eru búin að vera alls konar úrslit sem menn kannski reiknaði ekki með í upphafi og það er náttúrulega kannski svona sem að verða að nefna fyrst að Valur sem var spáð titlinum og góðu gengi hefur náttúrulega verið á ströggli og svona rétt að rífa sig aðeins upp núna og samanskap í Keflavík sem að menn sá fyrir sér ætti eftir að lenda í vandræðum í ljósi svona þess að missa Pálínu og svo Ingunni Emblu þegar leið inn í haustið að þær hafa heldur betur blásið á þær spár og verið þeir ekki öflugar það sem hafa verið haustið. Þannig að það er allan mikið spenna í öllum deildum sem tengjast körfubolta. Já, ég held að það sé nú kannski það bara skemmtilegt í þessu að það er ekkert gefið í þessum þremur deildum. Það er bara mikil spenna á öllum vígstöðum og allt galopið og ég held að það sé eitthvað sem svona flestir, fyrir þetta kannski okkur þjálfarna sem erum að reyna að rembast í að ná fram góðum útliðum að þá sé allir ánægð með það að þetta sé svona galopið. Svona markmið ykkar fyrir þetta tímabil, eru þið búin að breyta eitthvað markmið því að það sem þið eru núna konur upp í 3. sæti eða eru þið bara voru þið konur með eitthvað ákveðið markmið fyrir? Markmið okkar fyrir tímabilið í sjálfu sér breytast ekkit út frá þessu fyrstu 5-6 leikjum. Við höfum verið með nokkuð skýr markmið á undanfarnum 2 árum og fyrsta skrefið okkar náttúrulega þetta ári var náttúrulega bara að horfa í það að reyna að gera betur heldur en síðasta vetur. Og við erum með ákveðið svona markmiðskýrt í þeim efnum, en það er ekkert launanga mál að ljósi þess að við fáum Loga heim svona frekar óvænt að þá sáum við fram á það að við værum komið með meiri reynslu og meiri gæði í það að færa okkur jafnvel ofar heldur en við ætlum okkur, því að við ætlum okkur fram á við frá síðasta vetri. En það er kannski ekki tímabært að vera að tala einhverja endalega niðurstöður, en við ætlum okkur klálega að vera hann í baráttunni um þessa gripi sem hefur verið að berjast það er alveg klárt. Svona í lokin, aðeins að íslenska karlalandsliðinu í fótbolta, þorir eitthvað að tippa á hvernig þetta fer hjá þeim núna í umspilinu? Sko ég bara hlusta á Ragnar Sigurðsson og passa mig að vera jákvæður og ég bara þangað til annað kemur í ljós bara tröll að trúa á íslenska liðinu. Mér finnst bara eiga skilið að maður sé jákvæður í þeirra garð og ég bara bjassinn á það að Mótaritt svo félagar verði í vandræði með roki og rigninguna á Laugardalsvelli á föstudaginn og það kastaði fram að við vinnum góðan 1-0 sigur. Já, nákvæmlega. Ljómandi gott, Einar Árni Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur allt í haginn í Njarðvík. Takk fyrir það. Þessar. Bye. Já, þá aðeins að næstu leikjum í Dóminusdeild karla, kannski að renni í gegnum það. Þeir fara fram að mér minnir reyna að fá þetta upp hjá mér. Mér minnir að þeir fara fram á fimmtudaginn. Jú, það er á fimmtudaginn Skallagrímur Keflavík klukkan, þessi leikir hefjast allir kortir í 7. Skallagrímur Keflavík, KR Njarðvík, Grindavík Stjarnan, IR Snæfell, Valur Þór Þorlákshöfn, svo á föstudeginum er það Haukar KFÍ klukkan kortir yfir 7. Og í Dóminusdeild kvenna þá er næsta umferð bara núna á miðvikudaginn. Grindavík Keflavík, Valur Snæfell, Hamar KR og Njarðvík Haukar. Þessi leikir hefjast allir kortir yfir 7.
Í fyrstdeild karla þá FSU Augnablik á fimmtudaginn klukkan 6:45 og sama tíma Hamar Tindastóll 6:45 og svo á föstudaginn það Fjölni Breiðablik 6:45 og IA Höttur 6:45. Vængir Júpiters Þór Akureyri klukkan 8:30 og í fyrstdeild kvenna þá fá FSU Þór Akureyri heimsótt núna næstkomandi laugardag klukkan 3 í Iðu hérna á Selfossi og Stjarnan fær Tindastóli heimsótt korter í 4 og Grindavík B fær Fjölnir í heimsótt klukkan 4:30 og svo á sunnudaginn koma Þór Akureyri í heimsótt til Grindavík og mæta Grindavík B. Þannig held ég nú, við ætlum að skipta hans í hestamennskuna. Það Haraldur Þórarinsson í Laugdalum sem ætlar að vera á línunni, formaður landssamband hestamanna, en uppskeru hátíð hestamanna fór fram helgina og við ætlum að heyra í honum núna snöggvast hvernig honum svona fannst árið vera í hestamennskunni. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.